Sestir hérna hjá mér tveir háskólamenn, annar Ágúst Þór Árnason, hann frá Háskólanum á Akureyri og Eiríkur Jónsson við Háskóla Íslands. Við ætlum að tala aðeins stjórnarskrármál og þingræði. Ég byrja nú kannski svolítið þér, Ágúst, þú ert búin að vera að velta þessu mjög lengi fyrir þér, veit ég, stjórnarskránni og varst að velta þessu fyrir þér þegar þetta var ekkert sérstaklega mikið í tísku heldur, en svona í grunnatriðum, telurðu að það sé nauðsynlegt að breyta íslensku stjórnarskránni? Já, ég tel það, en ég tel fyrst og fremst að þjóðin þurfa að ræða það. Af því að ef hún ræðir það ekki, þá verður náttúrulega ósætti. Og það það sem við höfum raun og veru búið við. Það raun og veru búið við stjórnskipun sem klárlega arfleið frá tímanum þegar við heyrðum undir Danmörku. Og henni var ekki breytt nema í algjörum lágmarksatriðum. Nú við breyttum henni 95, fengum nýja mannréttindakafla. Og það má segja að það hafi verið svona fyrsta skrefið, gott skref. En það var alltof lítil umræða þó hún kæmi kannski mörgum í opna skjöldu. Þetta var stutt, ég held 5 vikur sem fór í umræðuna. Já. Nú þurfum við að ræða sem sagt hvers vegna bar okkur af leið, af því að ég held að sé engin spurning að stjórnskipunin átti ákveðna sök á því hvernig mál hafa þróast. Já, þannig að þú mennir að það þurfa að gera einhverjar grundvallarbreytingar, strúktúrbreytingar. Nei, sko, ég ætla ekki að fullyrða það. Nei. Þjóðin verður bara að taka á því. Aha. Hún verður sem sagt að ræða til hlítar. Það þingræðisleiðin sem við viljum fara? Já. Við höfum reynt að feta okkur eftir henni án útskýringar. Við höfum ekki haft neina skilgreiningu á þingræðishugtakinu. Hvað erum við að tala? Við höfum hreinlega bara að byrja á því. Já. Eiríkur, þingræðishugtaki, þú hefur verið með að velta þig fyrir þér að við erum með þessa þingræðisreglu kannski eins og Ágúst segir, á þess að skilja hana eða svona pæla mikið í henni. Já, þetta auðvitað hárrétt hjá honum að það svona ákveðið einhvern veginn megin stef hjá okkur að hér hefur aldrei farin einn svona kannski heilstæð grundvallar umræða fram svona lykilþætti stjórnskipunarinnar og meðal annars í reynd sko þingræðisregluna, þetta svona kerfi sem að smá saman komst í rauninni á og það átti alltaf að endurskoða þetta. Það sögðu menn þegar við stofnuðum hér lýðveldi, en það hefur ekki verið gert. Hvað felst í þessari þingræðisreglu? Sko þingræðisreglan, hún felst náttúrulega í því í reynd að það sem sagt Alþingi sem að ákveður hverjir eru æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins, það að segja ráðherrarnir. Þetta það kerfi sem við búum við, en svo eru aðra þjóðir eins og Bandaríkjamenn sem eru ekki með þingræðisregluna. Það að segja þeir eru ekki með þennan millilið þar sem að Alþingi ákveður hverjir eru sko æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins. Þeir kjósa bara þessa aðila beint í beinni kosningu. Þeir kjósa forseta og varaforseta. Náttúrulega eru æðstu handhafar þar eins og ráðherrarnir hér. Og ég hef verið að benda á það að ég mjög hrifinn af slíku kerfi og svona þessum hugmyndum sem að Vilmundur Gylfason flutti hérna á sínum tíma. Ég held að það sé mjög æskilegt að við allavega tökum mjög opna umræðu þetta og ég held að ég hallast mjög að við ættum að fikra okkur í átt til einhverjar slíkrar leiðara því það eru alls konar vandamál sem að fylgja þingræðisreglunni. Hvaða gallar hafa svona komið fram mest áberandi á þingræðisreglunni eins og hún hefur fram til þetta, menn hafa talað að framkvæmdarvaldi verði einhvern veginn og kannski bara mjög fáir einstaklingar verði mjög sterkir. Já, sko, það má kannski segja að aðalveikleikin hvað þingið sjálft hefur verið veikt og ég held að við höfum stigið sko vitlaust skref þegar var farið að ráða aðstofamenn þingsins í hlutastörf alls konar. Að sko okkur vantar stofnanir sem að geta sko styrt þingmenn í sjálfstæðu starfi gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þannig að þeir geti sko leita sér sérfræðiþekkingar, þannig að þeir geti lagt fram frumvörp, þeir geti tekið sjálfstæða afstöðu til frumvarpa og það náttúrulega auðvitað vantar það líka hreinlega að þingmenn séu aðeins sjálfstæðari og það sé sko tekið á þessu með flokkshollustuna. Það eitthvað sem sko nauðsynlegt fyrirbæri? Þurfum við að skoða hvernig sko nágrannalöndin fara þessu? Og spurningin náttúrulega í sambandi við það hvort við eigum að leita til Bandaríkjanna að við þurfum hreinlega bara að skoða hver fortíð okkar í þessum málum? Hvað eru nágrannaþjóðirnar að gera? Viljum við líkjast þeim eða viljum við ganga inn í nýja hefð? Ég meina við höfum þó þessa nærri 150 ára gamlu hefð. Ef maður aðeins kom inn á þetta, það náttúrulega eru tvö svona kannski megin vandamál við þingræðisregluna. Það náttúrulega í fyrsta lagi bara þetta náttúrulega ólýðræðislegra en að hægt væri að hafa það.
Það er að segja, ég meina, við þekkjum það að, sko, að ráðherrarnir, ég meina, fólk veit eiginlega ekki hvaða ríkisstjórn eða ráðherra það er að kjósa því að það ræðst ekki í kosningum heldur í lokuðum herbyggjum þegar kosningarnar eru búnar. Þessi lýðræðishalli kemur auðvitað alltaf reglulega upp í umræðinni, þú manst eftir því þegar Halldór Ásgrímsson var hérna forsætisráðherra 2004, þá var þetta mjög áberandi umræða, sko, hversu margir voru að kjósa hann sem forsætisráðherra. Og með því að kjósa þessa aðila beint, sko, jafnvel í tvöfaldri umferð, þá allavega erum við örugg fyrir því að þetta sé sá forsætisráðherra sem að meirihluti þjóðarinnar vill. Hitt megin vandamálið er auðvitað þessi samþjöppun valdsins og það tel ég bara vera mikinn myndbug á svona okkar samfélagi á undanförnum árum. Það er að segja þessi hugmyndin sko, þrígreiningu ríkisvaldsins, það er að segja í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald, hún gengur auðvitað út af það að samþjöppun valdsins sé slæm, sé hættuleg fyrir þjóðfélagið og fyrir þegnana. Ég meina þessu var þetta stemt gegn einveldinu, sko, og þessi hætta á ofríki og yfirgangi og kúgun. Þetta kemur frá Montesquieu. Já, og líka frá Bandaríkjunum, sko. Já, aðgreiningu valdþáttanna. Akkurat, en hvernig er þetta hér? Ég meina, hérna er þetta í rauninni þannig að, sko, hinn eiginlega yfirstjórn framkvæmdarvaldsins og hinn eiginlega yfirstjórn þingsins, hún bara rennur saman. Það er að segja, sko, æðstu handhafa framkvæmdarvaldsins, ráðherrarnir, þeir eru hinni raunverulegu leiðtogar á þingi. Þannig að sko hinn æðsta stjórn, sko, beggja greina ríkisvaldsins, hún rennur eiginlega saman. Já, og svo fara þeir að skipa dómarana líka. Já, og svo skipa þeir dómarana líka, sko, og ég meina þetta safnar saman í höndum, sko, flokksleiðtogana í reynd, sem oft eru eins og undanförnum árum, sko, 2 einstaklingar. Og það er auðvitað bara þannig að, sko, þessir einstaklingar, hverjir sem þeir eru mjög ólíklegir til að sko bremsa sjálfa sig af, sko, sem þingmenn. Við vorum alltaf með Halldór og Davíð og svo einhvern veginn fannst mann eins og Geir Haarde og Ingibjörg ætluðu að endurtaka leikinn og vera bara svona 2 eins og þeir voru. Já, þetta er auðvitað bara hættan sem að felst og ég held að sé sama hvern ræðir, sko, bara þess vegna eru menn að greina ríkisvaldið því að það er þessi hætta að þegar menn komast til valda auðvitað að þú veist, völdin eru ljúf, sko. Sko, ég held að við ættum til dæmis ekki, sko, að vera að hengja okkur allt of mikið í Montesquieu af því að bæði, sko, var þetta nú ekki alveg hans kenning, það var aðalega þetta sem kom fram hérna áðan að valdið safnaðist ekki á, sko, einn mann eða eina stofnun. Þannig að, sko, hvort þetta er, sko, 2-, 3- eða 4-skipting, þetta er útfærsluatriði og við höfum sjálfsagt þróað þessa hugmynd en hún hefur hvergi, sko, hún er hvergi svona hrein og stjórnskipun Bandaríkjanna er náttúrulega vissuleyti, sko, kópía af stjórnskipun Breta við lok, sko, 18. aldar. Þannig að sko, það sem ég held er að við ættum að sko, skoða okkar eigin stjórnskipun hvernig hún hefur þróast, fara ofan í þættina og reyna síðan, sko, að sjá heildina hvernig hún hefur verið í nágrannalöndunum. Er það eitthvað sem við viljum líkjast? Er það eitthvað þar sem þeir hafa leyst sem að við þyrftum að leysa núna? Þannig að ég held að því að það heyrist nú í mæli síðasta viðmælanda að hann teldi, sko, að stjórnlagaþing mætti bíða. Ég held að megi alls ekki bíða. En þannig að þú vilt fá að hér verið þið sett á stjórnlagaþing. Hvernig á að velja á stjórnlagaþing? Það er síðan, sko, flóknaratriði en ég hef hallast meira því að við ættum að velja allavega helming þeirra sem að koma til með að sitja á því með hlutkesti. Bara með hlutkesti? Já. Bara á símaskrá, bara handháðsúrtak úr þjóðskránni? Það er hægt að gera það með tölvu en sem sagt, já, ég held það. Já. Eiríkur, þessar hugmyndir hafa náttúrulega, sko, menn hafa nú stundum talað þær og það eru Gylfi Gíslason var með hugmyndir á sínum tíma, sonur hans Vilmundur, svo meira segja Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra okkar góður og hafið þið hugmyndir? Akkurat, ég meina, þú veist, þegar maður einmitt skoða söguna, sko, eiginlega, þú veist, alveg frá lýðveldisstofnun þá skýtur þessum hugmyndum alltaf upp með reglulegu millibili og það er auðvitað af þessari ástæðu sem ég var að lýsa hér að þú veist, það er einhvern veginn óeðlileg samþjöppun valdsins og þetta skila sér einhvern veginn í mjög miklum völdum fárra ráðherra og veiku þingi. Það er það sem við sjáum. Ég meina, þingið í meginatriðum stimplar náttúrulega allt sem framkvæmdarvaldið er að gera. Þingmannamál, sko, þau virðast nú bara vera hverfandi, sko, þau voru nú hérna framan að síðustu öld fleiri en, sko, málefni stjórnarinnar. En nú erum við að tala um að það sé komið svona svo hefð að hleypa, sko, einu þingmannamáli á ári í gegn, sko. Og svo náttúrulega kannski í þriðja lagi þá sem er gallinn er að það bara kannski svona skortur á, sko, raunverulegur og gagnrýni umræðu. Það er að segja að þetta kemur svo mikið fyrirfram ráðið inn á þingi. Þú veist hvernig þetta er. Þú horfir til allra, sko, umdeildustu mála undanfarinna ára. Þetta raðast eftir flokkslínum á, sko, alþingi. Stjórnarmeirihlutin pakkar alltaf í vörn fyrir ríkisstjórnarflokkana og umræðan, þú veist, þetta er því miður, það er þetta svolítið málflutningsæfingar
og við vitum einhvern veginn fyrirfram hvernig þetta fer og þetta leiðir ekki til sko mikilla breytinga sko. Leiðilegt að hlusta á það og þetta ekkert skrítið sko út af því hvernig gerfið byggt upp og þess ég verið að segja á hana sko þeir sem öllu ráða, þeir ráða framkvæmdarvaldinu og eru þar og ráða á sko báðum vígstöðum og það að vera hinn formlegi leiðtogi og þingi sko, það engin raunveruleg valdastaða hér eins og til dæmis í Bandaríkjunum þar sem að þetta tignar á valdastaða og menn eru líklegir til þess að sko standa upp í hárinu á forsetanum eða til þess ef það þarf. Hérna þá þýðir þetta í reynd bara það er leiðilegt að segja þetta, en hérna formlegu valdastöður á þingi, það þýðir yfirleitt bara að þú ert svona 7. í sko röðin í þínum flokki. Það er að segja að þú ert svona næstur inn á ríkisstjórnarbekkin, situr hér og valdamestu 6 eru fyrir ofan þig og sá sem að ræður eiginlega mest það hvort að þú kemst sko af þinginu inn í stjórnarráðið, það er sá sem efst situr og öllu ræður. Og þú ert náttúrulega ólíklegur sko til þess að eitthvað er að standa upp í hárinu á honum. Þannig og það var þetta sem ég var svolítið að gera í sko fyrirlesturum hann í síðustu viku sem ég flutti að ég var svona að bera saman þingin hér og Bandaríkjunum til að svona sem bendir eiginlega til þess að sko þingið í Bandaríkjunum sé talsvert sterkara. Þú veist heldur ekki með Bandaríkjunum þá eru sko fræg frumvörp sem heita eftir þingmönnum og svona. Hérna en svo klárum þetta Ágúst sko, menn hafa nú verið að tala sko nýtt lýðveldi og svona í þessum, en það er náttúrulega líka ýmislegt fleira sem þarf kannski að taka inn í ef menn eru að horfa á stjórnarskrána en bara skipting valdsins, það er Já, sko, það er náttúrulega, við þurfum að ræða hvað meinum við til þess með lýðræði og við þurfum að sko, af hverju tökum við til þess ekki sko mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna hreinlega og gerum þá að hluta stjórnarskrárinnar. Það eru svona atriði sem við þurfum að ræða og ég held að við eigum sko, það má margt mjög gott Bandaríkin segja en við eigum náttúrulega alveg stórkostlegan stjórnmálamann í okkar sögu sem er Jón Sigurðsson og það er engin spurning að hann í raun og veru rak ákveðin stjórnmálaskóla. Hann æfði Íslendinga í því hvernig þeir ætti að takast á við hlutina en það var í raun og veru fyrst og fremst sjálfstæðið eða sjálfræði sem hann var með sem verkefni. Við þurfum í raun og veru að taka þessa aðferð hans og beita henni á sem sagt innra viðfangsefni, innra hluta viðfangsefnisins sem er sjálfræðið, sem sjálfstjórn okkar. Og þá þurfum við að fara að ræða alla þessa hluti sem að eiga heima í stjórnarskrám og náttúrulega hvaða gildi við semst metum og þar kemur vel fram í þeim frumvörpum stjórnlagaþing sem hafa komið fram áður og þar hafa komið nöfn eins og Páll Zóphóníasson og Jóhanna Sigurðardóttir og þau leggja bæði mikið upp úr því að það verði alvöru umræða, þetta verði síðan snörpu vinna og þetta verði klárað til þess að gera fljótt. Þannig að þjóðin geti farið síðan að vinna sig semst út úr vandanum á grundvelli nýs sáttmála. Ja, ég þakka fyrir að koma í þáttinn, Ágúst og Eiríkur, við klárum þetta hér rétt á eftir með Ragnari Önundarsyni.